velkomin til leiks. Það er samantekt frá þriðju umferð á Íslandsmótinu í skák sem var stór skemmtileg. Ég hafði mjög gaman af að fylgjast með þessar umferð. Það stefnir í skemmtilegt mót, mikið bara skemmtilega skákir og sviptingar. Nú, ég heiti Ingvar Þór Jónasson að kíkja á þetta með okkur. Við ætlum að byrja á skák Hilmars Freyrs Heimissonar og Björns Þorfinnssonar. Hilmir var með fullt hús stofinninga fyrir þessa umferð eins og Hannes Lífar Stefánsson. Og 1-4 var það sem að Hilmir lék. Og þegar ég sá það þá hugsaði ég nú ætlar hann að fara í Spánverja sem hann gerir og sjá hvort að Bjössi fari í þetta aðbreið hérna, Riddarki E7 sem að kalla Kósjó aðbreið sem Björn hefur telt mikið en svona aðbreiða sem að hvítur vel undirbúin á að geta fengið þægilegt tafl og jafnvel svona verið tilbúin með eitthvað vopn. En þeir fóru hérna bara í gamla aðalaðbreið í Spánverjunum sem að svo ég slett þess, þetta er bara nánast the main line of chess á tímabili, þá var þetta bara það sem menn teldu og C3 hérna gefur alltaf kost á henni markrómuðu Marshall Árás með D5 og Bjössi leikur því. Þetta kom mönnum mjög óvart. Ég fletti þessu upp í mínum gagnagrunni þá var Björn með 683 kappskákir með svörtumönnunum og hann hefur einu sinni beitt þessu í kappskák. En þetta kom mjög óvart, mér heldur bara, er Bjössi bara farin að undirbúa sig svona vel? Við fengum hérna Marshall Árásina. Upprunalegi Marshall er ritari F6 en svo fórum við að leika hérna C6 svartur fórna peði en fær stóra hættur og svona færi. Þetta er allt saman þekkt, við sjáum það líka á tímanotkun 1.32 hjá Hilmi, sama hjá Bjössa. Þeir teflita bara eins og það búist við þessu en Hilmir getur ekki að búist við þessu af því að í 683 skákum hefur hann aldrei telt þetta og að undirbúa sig fyrir eitthvað sem að hefur aldrei telst. Það er svona fyrir lítill tími í það eða ólíklegt að fara tími í það. Dronning H4, G3, Dronning H3. Þetta er allt saman þekkt og í gamla daga var þetta svona hættulegt vopn fyrir svartan, það sem teldi til vinnings en svona með tíð og tíma þá var þetta eiginlega meira að jafnteflisvopni og Marshall Árásina á efsta stigi er nánast gjörsamlega búið að bara kæfa niður í eitthvað jafntefli. Svartur átt endar í einhverjum stöðum, peði undir hefur biskupparið og mikið að skáka með efstaleveli enda með jafntefli. En við erum kannski ekki alveg á efstaleveli og hérna velur Hilmir að leika hrókur E4 og leikur því bara spontant on the spot hrókur E4. Og hérna kom G5 hjá Bjössa sem að svartur eiginlega verður að leika. Hvítur hótar til þess að leika hrókur H4. Og þegar ég sá þessa skák og þeir fóru í Marshall Árásina þá fekk ég svona hálfgett flashback og hérna þetta hérna, the Marshall attack, þetta er John Nunn, þetta var hálfgett biblía hérna í gamla daga. Við ætlum að sjá hérna hvað G5 já. Þetta er aðleikunum, mér fannst þetta alltaf að sniðugt í gamla daga, þessi G5 leikur. Fyrsta lagi stoppuð hrókur H4, hvítur að fara að hóta kannski hrókur H4 og fara sjálfur þessu. Og í öðru lagi þá var þetta svona trikk sem að mér fannst þú að sniðugt svona í gamla daga þegar maður yngri eða hvítur getur ekki valda þessa báða menn og tapa leið. Þannig að það má ekki taka G5. Dronning F1 var leikið. Við sjá hvað John Nunn segir hérna, hann vil leika dronning H5. Hann segir dronning F1, sem var leikið, kongur til F1. Þá vil hann leika F5. Það er ekki besta leikurinn í dag. Samkvæmt tölvunum er það biskup F5. Og línan sem nefnir hérna, það er svona strong initiative. En já, byrjunarfræðin það var náttúrulega gjörbreyst með tölvunum. Og biskup F5 hjá Bjössa var réttur leikur. Hrókur höfðar, hrókur E1, hrókur allir E8. Ég ætla aðeins að bakka hérna, bara til að sjá tímanótkunina. Bjössi svona, hann telti allt svona alveg tempo, sérst á fyrsta tempói, en hérna G5 hugsaði hann aðeins, G5 góður leikur og hugsaði hérna aðeins líka, svona 7 mínútur á hvort leik og svo komu þessi leiki nokkuð hratt hérna, þannig að Hilmir heldur áfram að blitza, hvernig maður blitza þetta bara hratt, það sem er hrattskak kvöldu blitz, þannig að það er svona ég reyna að fara á slettunar en það er erfitt stundum. Biskupinn 3 var leikið hérna,
hvíturinn að hanga umfram peðinu en sjáum að svartur búin að klára liðskipan og vandamál hvíts kannski svona, já, að klára liðskipan og hérna fann Bjössi skemmtilega leik, líklega Riddarfinni 4 og ég held vinnilega að þetta væri bara einhver undirbúningur. Þetta var svona einhver tilraun til þráðbeignar tafljaflunar. Hilmi tók slaginn, hann tók F4, tók mannin og hann getur verið F4 og Riddari D2 hjá Hilmi. Hann vill ekki reyna að halda í manninn eftir biskup D2 og kemur biskup H3 og þetta ansið erfitt á hvítan hérna eftir kongur til H8. Maður sér ekki alveg hvernig hvítur á að svona sleppa út úr þessu og svartur virðist eiga þrátefli hið minnsta. Þannig að hann ákvað að gefa manni Riddari D2 og reyna þá að hanga á einhverju peði. Bjössi leik kongur H8 sem er besti leikurinn tölvunum, þannig að maður bara svona byrju er Bjössi bara undirbúinn. Kongur hennar 2, biskup Gunnar 4, kongur D3 og hérna á Bjössi bara þráskák. Skák hér, skák hér, skák hér eftir atvikum og kongurinn bara flakkar þessa reyti. En Bjössi var kannski svona aðeins yfirspenntur og undirbúningurinn gekk vel. Ef þetta var undirbúningur, skal ekki að segja þótt ég viti nú betur, maður má ekki alveg gefa upp trúnaðarupplýsingar, en hann lék hérna C5 og kannski aðeins peppaður, þetta búið að ganga vel þessi skák og tafliflun og búin að tefna skemmtilega og hann hélt bara til C5, hann var bara að taka þetta. D2 C5 því miður fínn leikur og hérna hélt Bjössi bara í skák á F5. Þetta er náttúrulega óðsmannsæði, hlýtur enda með máti bara kongur út á miðju borði. Reyndar séum við trúlega það má leika þessu. Kongur D5, það er náttúrulega enginn að fara í þetta kongsferðalag eftir að vera E3 og svartur við parið. Þannig að líklegast er að niðurleika hér, en þá kemur bara biskup C5 og pressan hérna er gríðarleg, við vinnum mannin tilbaka og höfum parið og mjög fína stöðu. En í þessari stöðu, og það er eiginlega einleikurinn og spurning hvort að hvítur hafi séð það eða hvort það hafi verið svona svo slettur aðeins lock in position. En hann leik hérna kongurinn ykkur Riddari 1-4 og þetta bjargar taflinu eftir biskup E4 sem Bjössi líka ekki, hann líka eftir E3 en biskup E4 þá kemur hann kongur 1-2 og ef tekið hér þá er hann hér og hvítur heldur ykkurum allavega umframpeði. Skákið heldur svona eftir E3 setur upp D6, hrókur upp E4, hrókur upp E3 og þessi hrókur á enga hættulega þráskák. Maður veltir enda fyrir sig hvað gerist ef hann fer hér. Já, þá kemur þessi mentaði leikur, kongur D4. Þetta var nú eitthvað sem þurfti að sjá fyrir. Kongur E5, tvöfald árás, merkjætt nokk, svo eigum við eftir að sjá þessa, þennan kóngskafan aftur í þessari yfirferð. Við erum ekki búin að sjá hann hér. Þetta var reynda mikilvægt, ef hann á ekki þetta þá vinnur bara svartur mjög mikilvægt peð hérna og er að berjast með aktív og stöðu og gætur með aðtöfli. Í staðinn kom hrókur H4 og hann vann í staðinn þetta H-peð eftir nokkra leiki en þá stendur eftir þetta D-peð sem er alltaf stórhættulegt. Hrókur H6, hrókur G3 en einhvern veginn náði Bjössi að vera aktífur. Hrókur finnur 6, pressan hérna. Hrókur D4, finnur peð tilbaka en Hilmi er svolítið að veðja þennan. En þessi virðist ekki, hann er ekki samþyktur af apparatunum allavega og eftir þennan leik þessi var þetta slagur, ég var ekki að sjá þetta. Já, alveg rétt, ég sá þetta, ég horfði live en þetta er náttúrulega mjög erfitt að sjá. Svartur á að leika hérna hrókur E8 sem er algjörlega galið. Hann hótar einfaldlega hér, F10 nú kemur skák og þetta er bara þráskák. Meðum ekki fara hérna H2 út af mátinu þannig að þetta er bara þráskák. Þannig eftir hrókur E8 þá er hvítur að leika hérna einhver leika sem hrókur D2 þá kemur biskup C6, stoppa peðið og DS gengur ekki þegar nú kemur bara skák og mát og stoppa hérna eftir eitt. Þannig að hér þarf að leika sem hrókur D tekið á C4 A5 og svartur er svona búin að jafna peðin og hérna með kontról á þessu frelsingja. Þannig að eftir B C4 þá var biskup A4 vinningsleikur bara að koma þessu peð á stað en biskup C4 þá vinnur Bjössi hérna peð á D6
Nú bara 2-2 prósenttafl. Þetta ætti að vera jafntefli, það er bara hlýtur að vera. Vissulega aðeins betri sensar á hvítan af því peðið hans er samstæð, þessi not so much, kom ekki í 7, peðið kom hans að stað. Þetta er auðvitað þægilega svona í blöðunum á hvítan, en hérna kemur bara augnablikið sér ræðiskökkum, hrókur til 1-6 og því miður, ég veit ekki hver er Bjössi mist af því að þetta er bara tap á persentafl og Hilmir hugsaði sig aðeins 10 mínútur reiknaði þetta og tók, svo fara hvítu peðin bara af stað. Vandamálið er að þessi peð eru komin svo stutt. Þessi peð verður að vera komin hingað og hingað. E4 og H4. Af því að ef það er ekki komið þangað, Bjössi gafst upp. Við förum að sá fram H5, kóngur býður E5, kóngur F4 og eitthvað slíkt. Að nú hóttum við einfaldlega að leika hér. Þú getur beðið með kónginn eða leikja H4. Það kemur út á 1. En þegar ef þú leikur hér, hann leikir hér, hótt að drepa. Og H4 fyrir tilbaka. Og svo leikir hér. Og þú nærði ekki að koma peðunum báðum hérna. Að þegar leiður leikur hér, þá er tímalega að drepa hér. Þannig að þú þarft að vera að koma með peðin þarna, svo hvítur ná ekki þessu. Hérna erum við bara einfaldlega inn í ferðinum, the square of the pawn, og stoppum peðin. Þannig að já, eiginlega grátlegt tap fyrir Bjössa sem að átti skemmtilega byrjunundurbúning, hélt hann kannski væri með hann, en Hilmir átti góðan leik, þannig að reiknaði þessu út úr vandræðunum og enda að vinna þetta þótt að þeir náttúrulega mistök að báða. Næst að þá kíkja á Lenku gegn Hannesi og Lenka fyrir þetta setup hérna, hún hefur verið svolítið að vinna með þetta. Ekkert gengið kannski sérstaklega undanfarið og ég vandamál að menn eru kannski svolítið tilbúinir í þetta, þeim er tefla alltaf sama stöffið. D4, B6, Hannes verið eiginlega í svona Collins Supertort uppstillingum með skiptu litum og minn við svolítið hvernig Hjörvar var að tefla með svörtu. Mér finnst hann svolítið mikið verið að fá góða stöður hérna með svona valda á sem E4. Hvítur er ekki með neitt spil hérna á Drottningberg og ég fannst á þessu kafla eins og hvítur verið svolítið að ströggla með að finna eitthvað gott plan í stöðunni, eitthvað rittur E2 og svo G3. Hannes undirbýr bara hérna G6 H5, rittar D2 býtur út að reyfa rittarna svona á þess að hafa eitthvað svona clear plan. Biskupinn hörfar. Það er þetta að sjá hvað þau bæst í hvítu stöðinu og hann kemur H5 og svartur er bara búin að taka svolítið yfir. Hvítur er bara að hörfa með mennina og svartur er búin rými, hann kemur rittarinn inn og þetta er bara hann yfirbara stað á svart. H3, veiking í kóngstöðinni, drottning F6 onni hérna. Nú þarf hvítur að veikja sig ennþá meira af því að þetta er bara onni og kóngur F2 og það er svo auðvitað svartan að bæta stöðuna. Og F4 og sjá að hvíturreitinu svona veikir. En fyrir kannski að hraðar yfir sögununa, vissulega er kóngsökurinn orðinn ansi veikur og ennþá veikari hér og hérna á Hannes val annarkvort drepa á E3 eða líka F3 og bæði lítur bara mjög vel út, valda peð hérna á F3. Öll endartöfl fljóta var unnin, en Hannes ákveður að vera svolítið praktískur bara, drepur hérna, leikur biskup D5. Hann var hræddur við að einhver F3 að hvítur kannski opni löngurskálínuna þessi vakna til lífsins. Þannig að hann tók enga sensa með það, við bara tefla þetta peðið yfir. Ennþá með fína stöðu, förum aðeins hraðar yfir sögu hérna. Hann er svona, reynir að bæta stöðuna, finnur ekki alveg planið og hérna er svona smá, við erum að mótspil, en hann á hérna vinning on the spot, sko, getur líka E3 en maður skilur alveg að menn séu tekið, það kemur drottning E4 og það er bara mátaðanir, maður skilur að menn séu smekir í þetta en þetta breytir því ekki að drottning E4 er bara að koma, maður sér ekki alveg hvað hvítur á að gera hérna, til dæmis biskup B4 er að fá mótspil, að þá er reyndar stórglæsilegur vinningur, það er drottning G3 hérna, takk fyrir, H3 G3, H2 og það er mót í barðinu. Þetta er E3 mikilvægt. Greiðlega falleg variantur. En já, Hannes misti þessu, en stórglæsilegt. Leikur hókur D8 og hérna er bara í lagi með hvítu stöðuna, drottning C7. Leik því reyndar ekki að leikið leik seinna, drottning C7. Svo komið ákveðin mótspil og svart fyrir allir að passa sig, en leiðan að fara mótspilið þá hörfar Lenka hérna og er aftur komin eiginlega í nauðvörðina. Og Hannes heldur áfram að bæta stöðuna og þetta á að vinnast. Þá skulum fara
ég sé alltaf hrætt yfir sögut, svona skák, svo stoppa alltaf aftur, en já, hann svona tefnir vel og nú er Hrókur komin inn og hann á standandi vinni sinna. Hrókur bara A5, en hérna leikur hann af sig, hérna á bara leika Hrókur bara H2, Hrókur fyrir tilbaka, og hann er 2 tromp, spilar þeim bara út á réttum tíma. Þessi stað, hann spilar hann eftir trompinu og snemma út, Hrókur A1, stoppar þetta og stoppar líka Hrókur G. Biskup D3, á þessi. Og hérna kemur kóngskafellin sem ég nefndi á hann, kom upp í 2, já svona varianti öðrum, en hérna vinnur Lenka bara mann tilbaka og það er jafnt á peði. Vissulega virkar þetta hættulega að Hrókur sé að vinna peði, en kóngur D í þessar stöðu sem Lenka leik er eiginlega tapleikurinn eftir Hrókur A5, það á hvítur að halda. Þetta er kannski ekki svona sjónrænt hættulegt, en ok, við eigum að skáka hérna og hafa kóngin svona tilbúinn og vissulega eru praktíski sénsar svart, en þetta með bestu tapmennsku líklega jafntefli, en eftir kóngur D þá fór Hannes að plokka þessi peð, þetta G4 peð er að falla hérna, D4 peð fell með skák, Lenka lítið tíma, kannski orðin þreyttin eftir langa og erfiða vörn og já, nú er hann bara 2 peð og það var ekkert að ræða það og Hannes vann þessa skák. En að kóngur D4 vantar ekki leiki, þetta er svona leikur sem á að eyða út. En já, Hannes og Hilmir þá með fullt hús og sá sem er næstu þeim er Guðmundur Kjartansson. En hann vann í dag með svörtu gegn Bárði Erni Birkisinni, við fengum drottningabrað og hérna kom svona modern leikur, nýtísku leikur, H6, svona forðast alfaralegir og já, erfitt útskýra, þú veist, menn eru bara að reyna að fá tefla með tafl svona aðeins að breyta til, ekki fara svona í allra hörðustu tegureina og það hefnaðist ansi vel hjá Guðmundi en þessar skák. Biskup finnur 5, þetta var tekið, C6, svarta bara með 3 stöðu og hérna allar Bárður að fara svona klassísk plan, minnihluta rás, en vandamálið er svartur er bara reiðbúinn að mæta því með B5 hérna og hann er langt á undan hvítum að fara inn í veikareitin, hvítur er ekki jafn fljótur en þennan, þannig að Bárður reyndi að opna tafli hérna með E4, en riddarinn er góður á D5 hjá svartum og veik peð hérna hvítum og Guðmundur endar á að vinna peð á B4. Veikleiki í borðinu, smá taktík, þannig að komum umfram peð en kannski ekki auðvitað að vinna úr því og við sjáum hérna í framhaldinu staðan er svolítið opinn, svartur ennþá peð yfir. Það kemur F4, hann ákveður svona að reyna að opna stöðuna þess, riddari D2, drottningin reyn, riddari finnur reyn, eftir upp G3. Skemmtilegt, rón í F2, þetta er mjög þvingandi, Bárður tekur á D5, sem fyrir í miklu tímahreki, hann áður svolítið til að lenda í miklu tímahreki. Kannski kostar hann skákina hérna, hann leik drottning D4 og þetta er tapað, þetta getur bara H2, engin vörn, við sjáum hér, þá til þess að það fannst drottningu, taka hér, Hrókur tekur endar meira minna með máti og þetta er lítið skárra, kóngur G3 þá er ég setti bóður Hrókur bara F1 og svo bara mát meira minna og þetta endar svona. En ótrúlega satt í þessu stöðu hérna, þá hvítur gang upp í þráskák ef hann finnur leikinn Hrókur bara H6 og staðan reyna þannig leið og sér bara drottning D4, þetta er ekki erfur útdrottningur, hefði hvítur haft meiri tíma að hafa séð þetta, ok, ég tapa þarna bara, ég get alveg reynt þetta, Hrókur bara H6 og þetta er bara þráskák, það er ótrúlegt, drottning D4, við getum prófað einhverja leiki, kóngur G8, drottning G4, fer hér og fer tilbaka, fer hér skákaði D7, hér tilbaka, reynum að fara hér, gerist ekki neitt, kóngur F6, drottning finnur 3, það þarf að valda hrókinn, ég maður skáka hér, þannig að svona í stuttu máli þá er þetta þráskák, svarti kóngur sleppur ekki, en hvítur mista þessu, hafði ekki tíma og já, hvít sigur hjá Guðmundi. Förum svo í Vigni Vatnar, Guðmundur í öðru sæti, Hilmir og Hannes með 2,5, nei með þrávinninga, Guðmundur með 2,5, sem þýðir að Vigni Vatnar, hann náði ekki að vinna svona skák. Hann fór í
svona þetta kemur yfirleitt út í D4 til F6, C4 B6 sem kallað Accelerated Queen's Indian eða hraður drottningarindveri. Og þegar menn tefla þetta með svörtu það svona gefur til kynna að þeir vilja svona svolítið hræri teflinu og reyna að fá ójafnvægi og vinningssensa. Og staðan hún aðeins betra hvítan framan af en Björn svolítið misti þráðin hérna og fór að eyða allt mjög tíma. Hérna var 38 mínútur, svona allt í lagi. Fer niður í 4 mínútur. Og hérna hélt maður bara ok, hann eyðir alltaf mjög tíma. Sjá fljótlega eftir nokkra leiki hérna hann komin bara í 2 mínútur, undir mínútur fljótlega 1:18 og Vigni byrjar að þenna sig á kóngsvæng með drottningvængin algjörlega loka hann á góða riddara. Þannig að maður hélt bara ok, hann vinnur þetta, biskup fyrir H3 ekki hægt að skjóta inn í eftir fyrir E5 út af H4 valda biskupinn. Þannig að Vigni fær hérna eiginlega bara algjört vald á stöðunni, það skiptir upp á svartnæði biskupum. Það þýðir að við erum með riddara sem fer aldrei, hrókurinn kemur hér, það bara valda á öllum þessum riddum. Staðan virðist eiginlega bara ég bara hanga á nippinu fyrir svartan, en einhvern veginn heldur hvítur bara áfram að leika leikjum fyrir að G-línuna í mótspil. Finnur hann biskup F5, þetta má ekki taka það náttúrulega út af mótinu. Út af þessu þannig hann uppskiptun, dronning H3. Þá náttúrulega tekur aðeins brottunum úr sókninu, samtidig svartum með betra tafl. En í framhaldinu það bara náði Vignir ekki alveg að finna plan og kannski svolítið að tafla mikið upp á tímarækki hjá Birni, sjálfur komið tímarækki hér. Þannig kemur kröftugur leikur hjá Birni og bara kredit þetta á hann, af því þetta eini leikurinn sem að heldur taflinn í jafnvægi, góður leikur. G4 virkar óglandi. F3 leikurina en hann leikur á G6 og nú hvítur peði yfir, vissulega ekkert frábært umfyrirpeð en það einfaldlega ekkert í þessu fyrir svartan og komin okkur leikur í viðbót en svartur bara kemst ekkert áleiðis, hvítur alltaf ekki heldur, þessi riddari alltaf bara valdur þetta peð óbeint en kóngurinn kemst aldrei neitt yfir út af þessu peði hérna, þannig að Vigni getur bara ekki reynt neitt og jafntefli var samið, þannig að sekund fyrir Vigni 2 jafntefli röð, hann er 2 vinninga, þannig að hann þarf að herða sig, menn með 3 vinninga, komið vinningi eftir. Síðasta skákin var Dagur Ragnarsson, Örlói Jóhansson, það var bókaöndveri. Fyrir svona bara, nokkuð hrætt yfir sögu hérna, fengum svona nokkuð hefðbundið miðtafl úr svona bókunum ýmsa byrjunum. Og svona þægilega á hvítan en svartur svo sem ekki meina veikleika. Þetta mikil svona skókgrafahernaður, ekki búin að skipta upp á neinu peðum. Og hérna held ég nú að Dagur var að fá helviti fínt tafl. Hann nær þessu biskupi hérna, kemur hann frá H2 til C3, þetta nú lærdómsríkt. Og þetta virkar hættulegt að vera með svona gott batteri á þessari línu, þessari skálínu. En örlega töflut aktivt þetta, heitir H5 dronning H4, finnum mótspil á hárréttum tíma, hittir Gunnar 3, Gunnar 5 og þetta ekki góð leikur. Hvíti var svona að reyna að halda þessi horfið með dronning D2 sem að betra hvíta samkvæmt tölvunum en þetta opnar á mikið af línum og eftir næstu leiki hrókur D2, Finnur 4 biskup E4, kóngur G8 og hérna lék Dagur ekki besta reynum, hann lék hrókur Finnur 2 og hér Örn lék hrókur E7 en hann átti hérna sleggju sýnismanni biskup H3 ef getur H3 kemur G4 hóta mátinu, biskup G2 F3 hvítur í stórkostlega vandræðum líklega bara með koltapa tafl biskup F1, ritterður F1 og hún í H3 það þarf að fórna liði besta leikurinn dronning G4 og dronning satt en Dagur slapp með skrækninguna í kjölfarið fengum við endurtafl með mismunandi biskupum hvítur peði yfir en mislingarnir svona gefa oft góða jafnteflisjensa og leið og örlega nær hérna skiptum á rókum, þá líka eiginlega ekki spyrja leikslokum þessi beði falla og þá auðvitað fyrir svartana stillu upp kóngurinn verður bara hér hann aldrei hægt að hrekja, biskupinn verður bara þessari skálinu það aldrei hægt að breyta því að fórnarinu að taflið steind upp og skákin endaði með jafntefli
Við skulum þá í lokin bara fá upp stöðuna. Hannes Lífar og Heimir Freyr með 3 vinninga, Guðmundur Kjartansson með 2,5 vinning, Vignir Vagnar 2, Dagur með 1,5, hefði viljað ná úrslit í dag eftir svona ágætis jafntefli í fyrstu 2 umferðunum. Þetta svona setur aðeins strik í reikninginn. En móti galopið að morgun mætast Hannes Lífar og Heimir Freyr, toppslagur, verður gaman að fylgjast með því. Vignir hefur kvitað Bárð, þar er nauðsynlega náði í sigur þar, og Dagur gegn Birni Hólm, það er mikilvægt skák fyrir hann. Guðmundur hefur kvitað Lenku, hugsa sér vantarlega gott í glóðarinnar með kvítumennunum að halda fyrir toppbaráttunni. En já, spennandi mót framundan og við sjáumst bara aftur á morgun. Það er 4. umferðin og já, bara takk fyrir mig.